Húsavík mikill ferðamannabær þökk sé hvalaskoðun. Langflestir fara þó í hvalaskoðun á sumrin, þótt ferðamannatímabilið hafi vissulega lengst á undanförnum árum. Sjóböðin við Húsavíkurhöfða opnuðu í september í fyrra og viðtökurnar hafa verið mjög góðar. Veitingahúsin á Húsavík verða vör við stór aukna umferð einmitt á lágönninni. Opnun Vaðlaheiðarganga hefur sömuleiðis haft mikið að segja. Þetta veitingastaðurinn Salka á Húsavík í hjarta bæjarins. Salka í sögufrægu húsi, hérna var kaupfélag Þingeyinga áður með rekstur. Veitingastaðurinn opinn allt árið og eigendurnir segja að veturinn hafi verið mjög góður. Það náttúrulega búið að byggja upp hér frábæra vetrarafþreyingu og heilsás sem eins og sjóböðin sem alveg frábært fyrir Húsavík að hafa fengið og svo ætla ég náttúrulega vona líka akkurat að göngin séu að stytta leiðina fyrir bæði ferðamenn og Íslendinga hingað yfir til Húsavíkur til þess að kíkja í sjóböðin og veitingastaði hér. Heyrið þið það að fólki sem kemur til ykkar í mat að það hafi verið í sjóböðunum eða á leiðinu okkar? Já, bara nánast allir sem koma hér að já. En svo náttúrulega eru Húsvíkingar líka mjög duglegir að koma til okkar og það náttúrulega eitthvað sem bara við erum mjög þakklátt fyrir og það kannski einhver ástæða fyrir því að við erum hér sterk á Húsavík í veitingunum og bara það mjög vel sótt af Húsvíkingum. Verið að byggja upp ferðaþjónustu hérna á Húsavík alltaf svona hægt og sígandi? Já, ég myndi segja það alltaf verið að akkurat reyna að finna hvað á að gera og eins og þetta með sjóböðin, það verkefni tókst rosalega vel og ég held að vetrarafþreying sé eitthvað sem komið til að vera því að hvalaskoðunin og náttúruperlur hér í kring á sumrin eru sterk. Þar eru við sterk. Hvað með útlendinga, þeim alltaf að fjölga svona ár frá ári yfir vetratíman? Já, núna tímabilið, það eiginlega bara orðið rennur saman, nánast. Auðvitað koma kannski desember, janúar, fram í febrúar kannski sístu mánuðirnir, en það náttúrulega hjálpar til líka, hvalaskoðunin náttúrulega líka nánast rennur saman. Þá ferðamaðurinn á ferðinni þegar hvalaskoðunin En þessi sterki segull eins og þetta kallað sjóböðin, gera þau það að verkum að hinn hefðbundni ferðamaður, hann líklega stoppar lengur á Húsavík? Já, við ætlum að vona það og svo sannarlega gerir það og minnast að Íslendingur náttúrulega ferðamaður líka, að við Íslendingar erum kannski minna að fara í hvalaskoðun, þannig að Íslendingar fara þá í sjóböðin, en náttúrulega vonum að útlendingarnir gerir það líka og þá lengist tíminn sem þau stoppa hér. Við munum sjá það í sumar væntanlega þegar að ferðamaðurinn fyrir að koma hér að hann stoppi kannski lengur, fari ekki bara í hvalaskoðun og út úr bænum heldur fari í sjóböðin og þá verður hann akkurat orðinn svangur og kannski þreyttur og gistir hér ef hann búinn að fara í bæði hvalaskoðun og sjóböðin. En hvað þýðir það fyrir uppbygginguna hérna á Húsavík að ferðamaðurinn líklega dvelji lengur? Það náttúrulega gisting hér og svo allir þessi veitingastaðir, þannig að það hlýtur að hjálpa, klárlega. Húsavíkurstofa hefur verið sett á laggirnar sem ætlað að vera samnefnari í ferðaþjónustu svæðisins. Þau Guðrún og Guðbjartur segja að samvinna ferðaþjónustu fyrirtækja skipti miklu máli. Bæði eru þau sammála að ferðaþjónustan sé að eflast og styrkjast og hafi gert það á undanförnum árum. Já, alveg klárlega. Við náttúrulega opnum okkar veitingastað Sölku í desember 2000, þannig að þú sér að það þó nokkuð mörg ár síðan og að sjálfsögðu það náttúrulega bara helmingsaukning síðan við opnuðum og náttúrulega aukning ár frá ári og gerðist náttúrulega bara síðast ár var frábært. Og desember núna náttúrulega var svo staðisti síðan að við höfum opnað og náttúrulega maður sá það að það voru bæði Íslendingar og ferðamenn sem voru að fara í sjóböðin og koma svo út að borða. Þannig að þið horfið nokkuð björtum augu til framtíðar? Já, alveg klárlega.